Þetta er verkefni 5 í G-hluta kennslubókarinnar, 05 fjöldi. Við ætlum að fara inn á vef Hagstofunnar og finna fjölda karla og kvenna á höfuðborgarsvæðinu á fyrsta ársfjórðungi árin 2025 og 2026. Þá verður komið hérna inn á vef Hagstofunnar, hagstofa.is, og þið smellið hérna á íbúar og mannfjöldi, yfirlit mannfjölda og talnaefni, ársfjórðungstölur og mannfjöldi eftir sveitarfélögum, kyni, ríkisfangi og ársfjórðungum árin 2011 til 2026. Og þá fáum við þetta upp svona og við ætlum að velja svæði hér. Hérna er 2026 á1, það þýðir fyrsti ársfjórðungur, og við ætlum að finna líka á fyrsta ársfjórðungi 2025. Þá þurfum við að halda kontrollhnappi niðri og smella hér af því að svæðin eru ekki samlíkjandi. Og síðan förum við hérna aðeins neðar og smellum hérna á höfuðborgarsvæðið og við ætlum að velja karla og konur. Smellið hér, svona, og áfram. Þá fáum við þetta upp hér og til að fá þetta inn í Excel-skjal þá smellið ég hér og opna Excel-skjal og það er hér og við ætlum að breyta aðeins texta og í reitunum hér. Hérna ætlum við að skrifa fyrsti ársfjórðungur, ársfjórð 2025 og fyrsti ársfjórðungur 2026 og ég ætla að breyta aðdálkinn aðeins. Svona. Og ég ætla að eyða þessu út hér og færa þetta yfir í dálkinn við hliðina. Og ég ætla að setja 1000 punkta á tölurnar, fer ég hérna í number og haka við use 1000 separator. Þá fæ ég þetta svona. Og í næsta myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig þið útbúið myndrit og færið svo yfir í Word-skjal með tengingu á milli forritana.